Franski spítalinn á Fáskrúðsfirði var reistur 1903 og var í notkun til 1939. Hann var þá fluttur út á Hafnarnes þar sem hann stóð í eyði í nærri 50 ár. Hann var síðan fluttur tilbaka, endurgerður í samstarfi við Minjavernd og hér er í dag hótel og sögusýning franska sjómenn ásamt veitingastaðnum La Brie og við ætlum að gæða okkur á þeirra kræsingum sem að sjálfsögðu eru með frönsku ívafi. Freyja, við tölum aðeins þennan veitingastað sem við sitjum á hérna núna. Já, segðu okkur aðeins frá honum. Hann heitir La Brie sem er þýtt frá frönsku í skjól og í gluggunum eru nöfn á frönsku sem að þýða allt eitthvað á íslensku. Þetta er náttúrulega alltaf talað litla franska þorpið hérna í Fáskrúðsfirði og þið sjáu þá götu heitum og annað, þá er búið að breyta og sett frönsku nöfnin. Hér bjóðu upp á gratineraða franska lauksúpu með stökkum brauðteiningum. Hún er látin malla í nautasóði og timjan í nokkra tíma, brauðuð með salt og pipar, smá timjan. Það sem gerir hana kannski svolítið franska er gratineringin og já, sem er svona alveg klassískt franskt. Matsölustæðurinn hér, La Brie, var byggður kannski meira svona í byrjun í frönskum stíl. Við stokkum þetta upp á hverju ári eftir í hvað mest bókanir að koma. Íslendingar verða það í sumar, þannig að mitt starfsfólk er náttúrulega bæði Íslendingar og erlendir vinnuaðilar sem við höfðum ekki. Við fengum ekki Íslendinga í vinnu eins og síðasta sumar. Það var eingöngu fólk frá Búdapest. Núna höfum við íslenskan kokk, indislegan dreng frá Reykjavík sem heitir Gústaf og Benni okkar líka, hann kom með honum og er yfirþjónn á barnum og við náttúrulega stokkum upp à la carte seðilinn þannig að það verður svona meira kannski það sem að Íslendingar vilja í boði. En veitingastafurinn hefur fengið mjög góða dóma. Aðalrétti er pönnusteiktur lax með gratineraðri kartöflu og brúnuðum gulrótum og hvítvínsósu. Við fáum allan fiskinn okkar frá loðnuvinnslunni sem er hérna við hliðina á og við kaupum allan fisk okkar þar. Og það er nú ekki amalegt útsýnið hérna þegar maður situr að borða? Útsýnið er sko ekki slæmt og geta, eins og ég sagði í byrjun, að geta sest hér út á bryggjuna með morgunmatinn sinn og jafnvel á kvöldin, því það er yfirleitt mjög kyrrt hérna á kvöldin og sumir fá sér náttúrulega rauðvín eða öl og aðrir platta með kjöt og osti og einhverju svona. Þetta gera náttúrulega okkar gestir mjög mikið og eiga ekki til orð að geta setið hér bara við sjóinn. Ég vildi sjá meira heimamönnum nýta sér þetta en vonandi kemur það. Já, þetta er ekki bara fyrir hótelgesti að koma hingað? Alls ekki, alls ekki. En eins og staðan hefur verið er það meira hótelgestir og fólk sem kemur að. Við höfum fengið matargesti náttúrulega frá Eskifirði og Vopnafirði og Egilsstöðum og fjörðunum hérna í kring. En ég sé alltaf heimamenn mættu vera duglegri að kikka. Það þarf ekki annað en bara að fá sér eitt bjórglas eða eitt góðan kaffibolla, cappuccino eða eitthvað svona sko. Eftirrétturinn er frönsku súpulagkaka með berjakompoti og þeyttum rjóma. Berjakompoti er sérst bara svona berjablanda með sykursírópi sem gefur svona rosalega góða sætu. Það er óhætt að segja að það sé mikil upplifun að koma hérna á La Brie á Fáskrúðsfirði. Hér er allt upp á 10, þjónustan, maturinn,
hráefni úr heimabyggð og síðan útsýnið sem blasir við manni þegar maður gengur út. Já, La Brie, falda perlan á Fáskrúðsfirði, ég mæli með.